Mér var sko langar til að spyrja þig, Óttar. Nú lítur þú ekki út eins og stjórnmálamaður. Men hvaða erindi átt þú í stjórnmál? Það góð spurning. Mjög. Kannski helst það að líta ekki út eins og stjórnmálamaður. Ég held einmitt að sko stjórnmálamenn eru nefnilega að sýsla með samfélagið. Það alls konar fólk. Líta líka mjög illa út. Nei. Það alls konar fólk inn í þessu samfélagi. Tala illa um þetta hér. Og þess vegna bara ætti náttúrulega að vera alls konar fólk í stjórnmálum. Það mjög skrítið að sé til bara ein tegund af stjórnmálamanni. Já. Myndir þú vilja sem sagt vera í stjórnmál, myndir þú vilja vera inn á þingi og vera að hitta svona lið eins og þig? Þar? Nei, það er nú reyndar ágætis ábyrgning, sko. En ég held að það væri hollt. Já. En nei, það mættu ekki allir vera eins og ég, sko. En það væri voða flott að það væri svona einhverjir eins og ég og svo væru kannski einhverjir eins og ég? Til dæmis. Nú ætla ég að uppljóstra hérna smá leyndamáli. Ég voni ég sé ekki að uppljóstra neinu en við erum alltaf vinir, sko. Jú, við erum það fortíð. En það langt síðan við hist. Það alveg langt síðan við höfum hist, sko. Það eru hagsmunir hér. Ég segi, sko, ég bara, sko, þú lítur ekki út eins og stjórnmálamaður, sko. En samt myndi ég treysta þér algjörlega í blindni sem öllum í hvaða verkefni sem við vorum að ræða hérna áðan kviðslit og hérna ég myndi kviðslitna ég myndi treysta þér til að skera upp og laga það. Ef þú myndir segja já, ég treysti mér í það, ég myndi segja ok, ef Óttar segir hann geti þá bara treysti ég. Óttar, ef ég myndi lenda í fangelsi þá þú fyrsti maðurinn sem ég myndi hringi og beða um að losa mig út. Nú má náttúrulega spyrja sér sko hvort að þetta segir meira mig eða ykkur. En það eina sem ég get sagt sko, ég nú ekki sérfræðingur, hvorki lögfræðingur, né kviðslitsfræðingur. En svona allt múli mann. Ég held að ég myndi gera mitt besta.